Góðan dag og velkomin í þátt 3 af Óla hjóli. Gestur minn í dag the man, the myth, the legend, TikTok dansarinn, kóngurinn Alex Mulletman. Eins og við vorum að tala í þættinum content creator. Við vorum að tala hún langaði svo mikið í svona nafnspjald, eða honum var þetta sama. Mér langaði svona mikið í nafnspjald sem myndi bara standa. En það, við spjöllum kvikmyndaskólann og TikTok-lífið og uppáhaldsbíómyndirnar hans. Hann var í podcast daginn og spjöllum með hans það. Það mjög skemmtilegu þáttur. Mælum að hlusta á. En fyrst, styrktaraðilar, þetta verður 10 sekundur. Coolbet merch, sumarlínan að koma út. Ég ekkert eðlilega spenntur í hana. Klæðist þessu á hverjum degi. Mælum með, kíkja á það þegar sumarlínan kemur út. Buzz hlæðslubankar, þeir sem horfa í mynd, þið sjáu kannski að þetta grænt. Þeir sem horfa í mynd, þið kannski sjáu að það kannski sést ekki það sem ég á greenskrín núna út af því að intro að þessum þætti eittist, þannig að ég að taka það upp aftur. Það skiptir ekki máli, förum beint í þáttinn right now. Gleymd að gera þetta í þætti 1. Velkomin! Takk fyrir. Hvað segirðu gott? Ég bara heldur ferskur, en kallinn. Ég bara þreyttur, en þú? Já, þreyttur líka, en ferskur. Já, ég ætlaði að segja söguna. Hvað með það? Sko, þú ert að nota neðri mikrofóninn. Já. Ekki efri. Hann bilaði. Hann málið? Já, hann bilaði og við eigum ekki annan stand. Ok. Hvað meinar? Þetta er 5 ára gammal standur sem ég á heima. Og það vantar eitthvað millistykki, þannig að fyrsti gesturinn var komin í þurfti að improvisa. Skilji. Þannig að þú sér þetta rosalega duct-tape að halda þig. Settu bara gaffeteipið á og alltaf komið. Það bjargar mér ógeðslega mikið. Já. Ég held að bjargar öllum sko. En fyrsta spurning. Hvað meina? Þetta er rosalega heimilislegt. Já. Ég held að ég sé búinn að segja þetta núna í öllum þáttum. Ég fór á Google, skrifaði good questions to ask in a podcast og ítti á fyrsta linkin. Hvað með það? En þetta svona, þú heitir náttúrulega Alex Mulletman, þekktur fyrir það. Yes sir. Hvernig kom nafni? Þetta er rosalega létt spurning, myndi ég halda. Já, sko, ég ætla að horfa með Mullet síðan 2019. Búinn að vera með. Og svo þess að félagi minn frá Bretlandi, hann kallar alltaf The Mulletman. Og þannig komið til bara. Já. Svo var ég eitthvað að byrja á TikTok og ákvaða eitthvað að skýra mig skemmtilegt. Já, ég meina þetta virkar. Já, og þetta er líka bara svona rennu vel. Sæði bara eitthvað Alex Jón, svo er það bara svona Alex Mulletman, skilur. Ég er náttúrulega bara, ég kallaði alltaf Alex Mulletman, alltaf. Já, það gera með margir sko. Já, hafa margir bara komið upp og bara heyrðu þetta Mulletman. Já, sumir bara kalla mig ekki Alex eins og bara Mulletman. Þú ert ekki vandræðalegur í mannesku. Ég? Já. Ég myndi ekki segja það, nei. Nei, þannig að þegar fólk kemur upp og þú ert bara, já, what's up? Já, það er einu sem, þú veist, mér finnst það bara einu sem fyrir að gera sko. Já. Þú veist, ef þú ert að ég veit ekki, mér finnst bara líka svo gaman að hitta eitthvað fólk sem og spjalla við það. Mér finnst það ógeðslega gaman að hitta bara svona fólk sem bara, hey, þú ekki gæðin á TikTok? En ég verð alltaf svo ógeðslega vandræðalegur. Já. Bara, ég kann ekki að haga mér. En ég skil þig sko, það er margir þannig. Maður reynir svona að vera eitthvað, já, haha. Já, það var svolítið þannig fyrst, en svona maður bara, já maður, og svo bara eitthvað svona, þú veist, ef maður fær ekkert tilbaka, skilur þá maður, þú veist, kannski ekki að sækjast í neitt. En fólk bara eitthvað að byrja að tala þá var maður alltaf svona, já, blessaður, geggja. Svona nýlega vandræðaleg saga var þegar ég var að labba inn á tróðfulla ísbúð Vesturbæjar og það voru 2 stelpur fremst í röðinni og ég aftast labba yfir alla búðina og koma, hei, megum fá mynd með þér? Já, ég get trúið því. Já, ég var líka. Það er líka alltaf mikið af fólkinu á Vesturbæjar. Já, ok. Bara brost ekki vandræðalega. Ég meina, ég er bara gaman að þessu. Hvað hefur við þekkst lengi? Við? Já, bara 2021. Já, svoleiðis. Við kynntumst í gegnum Villa. Já. Og svona bara þekktust í gegnum TikTok, skilur við. Þú veist, ég hef oft séð bara á TikTok. Var ekkert mikið, þú veist, bara eitthvað, hei, hver er þessi gæ? Sko ástæðan okkur þetta er svona wacky, ég er náttúrulega stóllinn. Já, ég veit ég þarf að finna eitthvað annað borð. Bara þetta er eina borðið sem fittar hann inn, það var náttúrulega hann inni. En þú veist, skilji. Já. Húkar sig ekki bara í loftið hann og bara leta þetta sig niður. Það er ekki vitlaus hugmynd og pælir í. Bara setja í plötuna og bara láta. Nei. Ég er ekki að grínast, ég veit hvað ég er að fara að gera á morgun. Líka, þú sér þetta eins og fallega vegsskrýtingu. Sko. Já, ég mitt. Sko, þetta er svona. Ég setti þetta upp í dag, komin hann í kvöld til að taka þetta og þá var helmingurinn dottið niður. Þú veist.
Þetta er alvöru. Þetta er alvöru. Ég þarf að fá okkur svona eitthvað svona ljósaspons. Fíla það. En já, við þekkjumst basically bara í gegnum Villa. Basically, sko. Shout out to Villa Junior. Shout out to Villa Junior. Akureyri. Og hvernig þekki ég þekki Villa held ég bara í gegnum TikTok. Já, er það ekki? Ég veit ekki, ég held að ég hitt hann fyrst bara þegar ég var á Akureyri 2021 sumari. Svona ángríns. Já, nei, svona mars, cirka, eitthvað þannig. Já. Þeir náttúrulega byrjuðu með eitthvað podcast sem heitir Grínbræður. Byrjuðum með það. Það var skemmtilegt verkefni. Og svo bara, já, við byrjuðum með það. Gerðu það á staðnum eða voru, þú veist? Við vorum bara, þú veist, á Discord. Já. Og það er það sem stoppaði þetta fyrir mig. Það var þetta erfitt að vera á Discord, fá eitthvað svona gegnum eitthvað svona Dropbox, downloada. Þú veist, ég var í skóla þá, kvikmyndaskólanum og alltaf mikið að gera alltaf hjá mér. En svo bara, þú veist, og fundum að þetta allir tíma, hann var alltaf að vinna á kvöldin, ég var í skólanum á daginn, skilur við. Það er ógeðislega erfitt að finna tíma með einni mannesku. Það er skuggulega erfitt, sko. Sérstaklega bara, sko, eins og ég er í vinnu og kvöldvinnu, skilur við. Og það er erfitt að finna tíma, skilur við, ef manneskjan er í skólanum eða í dagvinnu, þannig að það er svona. Þess vegna er sko, svona mannesku sem er eina með podcast, það er held ég bara svona léttast. Já, bara alveg ein. Já, þú veist, ein að fá gesti. Já, ég veit. Þú veist, ég myndi ekki vilja vera einn í bara eitthvað, já. Ég veit. Ég vil segja skemmtilega sögu í dag. Í dag fór ég þangað, þetta gerðist. En já, Villi þarf að drulla sig í bæinn. Hann þarf bara að flytja í bæinn. Hann þarf að flytja í bæinn. Þú veist, hvað er hann að gera á Akureyri, annað en að vera á Aginn? Ég veit ekki, jamma eða eitthvað. Ég veit ekki. Hann getur gert það skemmtilega í bænum. Já, nákvæmlega. En þú veist, já, Villi hlýtur að koma einhvern tímann. Hann verður að gera það. Við náttúrulega vorum að búa til þætti sem heitir Villi fyrir bæinn. Gekkja þættir. Þú varst í þætti 3, fór í Húsdýragarðinn. Bingo. Þetta er eitthvað rosalegt flip sem við gerðum. En þetta, sko, ég veit ekki hvort hann er komin út eða ekki. Svona Axel, ég veit það ekki. Ok. Hvað er hann komin inn á, þú veist? Hann er alveg komin inn á kerfið. Já, minnar, bara á uppkast.is. Eða vil ég horfa á þessa þætti, eða eru komnir. Já, þetta er þáttur 3 og þetta kemur á viku fresti og eitthvað. Já, hann verður komin út, segjum það. Þannig að farið og... Þannig að þetta er þá í enda apríl, þessi áttur. Já, gæti verið. Já, við erum líka að taka þetta upp í enda apríl. Já, það er 30. apríl í dag. Kemur út 20. Það var ógeðslega fyndi. Ég þarf að búið til páskaþátt. Það verður gaman. Ég er náttúrulega búinn að gera páskaþátt eða muni ekki eftir honum. Hann var rosalega skemmtilegur. Já, alveg rétt, þú fegst hann að tala inn á. Villi. Villi, hann þarf að koma upp. Hann er búinn að segja, við byrjum að taka þess að þætti upp sko í nóvember, langar mér að segja. Október, nóvember. Já, ætla ekki. Við tókum 2 daga, ég gerði þetta. Nei, mitt. Og svo ætla hann að koma í desember, hann kom ekki. Svo ætla hann að koma í janúar, svo kom hann ekki. Svo ætla hann að koma í februar, svo kom hann ekki. Hann kom hann einhvern tímann, en ég var busy. Það er líka bara svo oft þannig, hann kemur svona, þú veist, kannski bara í 2 daga eða eitthvað. Hei, ég var að lenda í bænum. Ok, getur hitt mig á morgun? Nei, ég verð farin þá. Já, var svona, ok. En þú veist, það er alltaf. Elskum við Villi. Já, við elskum við líka. Já, við, já. En þú veist, ok. Svo fór ég hann til Akureyri og við gerðum þátt 1. Bara svo var þetta gefið út. Já. Það var, þú veist, við tókum 3 tíma. Bara keyrðum Akureyri. That's it. Já. Hann er ekki frá Akureyri, hann er frá Neskaupstað, sko. Það? Vissir það ekki? What? Hann er frá Neskaupstað, hann bjóð þar fyrst, síðan flutt hann bara til Akureyrar. Akkur vissi ég það ekki? Ég veit ekki, ég held að hann er sagt það. What? Villi? Shit. Hringdi hann? Já, ég ætla að hringja hann. Ég ætla að hringja hann. Já, testa það. Hvað er síminn? Ertu með númer hans? No space on the memory card. Ok, býti. Það voru smá tæknilegir erfiðleikar eins og sjá gæðin á kamerunni hjá Alexi aðeins búin að dafna. En við lifum og lærum. Þetta er þáttur 3, það verður podcastið held ég að verið fullkomið í þætti 30. Það er langt í það. Mér finnst það bara fullkomið, sko. Það, takk. Mér finnst það bara heimilislegt. Ég fíla það. Mér finnst ekki eins og podcast ætti að vera stúdíó, sterk ljós, pressa. Einmitt, já, nákvæmlega. Ég reyndi að gera þetta eins heimilislegt, já. Það er ekki bara cool í stæðin fyrir að vera með, þú veist þetta, bara hugmynd. Að vera bara með 2 stóla eða 2. Það var hugmyndi mín, actually. Og hafa bara, veist, bara, og halda þetta mikrofón, skilur við.
Það er Veistu hvað, í næsta þætti ætla ég að pröfa. Já, það er alveg, veist, mér finnst það cool concept. Það er bara, með þennan mæk eða eitthvað. Og fólk bara Þetta er náttúrulega mæk til að halda á. Já, Hann er nákvæmlega. samt smá þungur. Heyru, næstu þáttur verður standandi. Það verður sitjandi í kósi stól. Búm. Sko, heldur ég myndi koma á sófaðan inn? Nei, ok, áfram. Heyru, já, við ætlum að hringja í Villa. Og ég ringi hann. Ég ætla... Nei, ég get ekki, já, Þú ég getur hringt í get ekki hringt síminn minn. Ég verður að ringja. Nú er þetta að pressa saman þetta, ég veit ekki hvað þessi með símanum hans. Þá ringi ég bara, þú veist, í gegnum, jú, Willi Junior. Geturðu gert prank call í hann? Ég skal tala. Gert no caller ID. Já. Ok. Ég ætla að ringja að FaceTime, en Jú, fokk, ringjum á FaceTime bara. ok. Hvað ætlar hann að segja að gera? Þú þurft að gíska. Búa til pilsu með frönskum. Bara Akureyringinn? Já. Nei, blessar. Hvað segirðu? Ég er helviti feskur. Af hverju vissi ég ekki að þú ert frá Neskupstað? Er ég Neskupstað? Já. Já, ég bjó þær í 3 ár. Það varst ekki frá Neskupstað? Nei, frá Akureyri. Varstu frá Sko, Akureyri? ég hafði rétt Ok, fyrir mig ok, allan ok. tíman. Ég tekið það á mig, ég held að þú væri frá Neskupstað. Nei, ég bjó í 3 ár. Ég held að vera öðruvísi, ég held að vera other way around. Herru, við vildum bara hringja og spyrja. Já. Hver er kemur í bæinn? Hver ég í bæinn? Herru, bara næstu fríhelgi mína á Já, 100%. ok, nice. Þannig að ég sendi ykkur upplýsingar á eftir. Hellað. Þannig að mér. Ok, geggjað. Þessa fólkinu. Já, Við gerum það, bye. bæ maður, ég heyri þér. Hann er ekki bara að koma næstu fríhelgina. Ég held ekki, sko. Það kemur texti á skjái núna hvort hann actually komi ekki. Dun, dun, dun. Já, nákvæmlega, hann bara komi ekki. Nei, ég held að hann hefur aldrei. Já, ég ætla ekki að segja þetta. Ég ætla ekki að segja Við hérna. elskum Villa. Já, við gerum það. Ég elska hvað hann er mikið á ferð, sko. Ég er svo mikil yðari. Ég er alltaf að hreyfa mér svo mikið, en ég er alltaf að færa hann á eitthvað. Afsakið hljóðið. Ef þú vilt fá kjurran mæk, þá máttu alveg skipta. Nei, allt eitthvað. Nei, ok. Þetta er bara perfekt, sko. Ég nenni ekki að gera hvort. Nei, nákvæmlega. Heyru, já. Það sem ég ætla að spyrja alla gestinu mína á fyrstu 3 þáttunum. Það er náttúrulega komið nafn á podcasti núna. Ok. Ok, hvað myndir þú skýra podcasti? Chilla með Óla Jóa. Chilla með Óla hljómar kósi. Ok, ekki, já, ok. Nei, ég hef bara aldrei kallað Jói. Nei, ok. Sko, það var komið hugmynd sem Chilla var með Óla, ok. ómerkilega merkilegt. Sem var svona, svo var annað sem heit Óla og hjóli. Það var geggjað að væri á hjóli, skilur við. Já, ég er ekki að grínast. Eða í bíl. Óli í bíl. Neist, Óli á hjóli. Nei, já. Gera eitthvað, Óli á hjólum, eitthvað. intro verður örugglega ég að hjóla eða eitthvað. Green screen. Ok, hvað heitir það þátturinn? Ég veit það ekki. Nú, þannig að- ok, já, meinar, ok. En þú veist, fólki sem er að horfa á podcastin, ég þarf að ákvaða í dag. Þú fyrst áttur kom fyrir 3 vikum. Munið það. Það geggja skemmtilegt, þannig að þið náttúrulega viti hvað það heitir. Við erum náttúrulega alls ekki að taka, ég er alls ekki að taka fyrstu 3 þættin á 2 dögum, sko. Nei, það gera enginn. Nei. Eiga safnað upp þætti yfir páskafríi. Já, ég meina, ég held allir gera það. Allir sem að Já. eru með podcast safna þáttum, sko. Hvað, er meðaltalið hjá podcastfólki bara 1 þáttur á viku? Eða eru þau duglegri? Það er örgulega duglegri. Ég held að það sé meðaltal á Íslandi. Það sé ekki 1 eða 2. Það verður svo eftir, sko. Eins og ég veit að Dr. Fútból er, held ég, með bara 4 eða eitthvað. 5, skilur við. Kemur þáttur hverjum einsta degi, held ég, sko. Eða vikudegi. En ég veit ekki. Ég náttúrulega hef ekki tíma í það. Nei, nákvæmlega, ég hlusta mikið á podcastir að kýra. En ef þið viljið gerast áskrifundur á Patreonin þá getur þið borgað 20 eurur. Nei, þetta er djók, sko. Já, ég veit það. En ég vona að einn daginn verður þetta kannski á Patreon og þá get ég loksins byrja þáttinu og þessi þáttur er í áskrift. Þið getið hort á fyrstu 5 mínútur hér á YouTube en restina á patreon.com sem að Patreon eða Patreon. Það er bara, ég veit, Patreon sé ég alltaf. Já. Eða Patreon, ég veist. Same shit, sko. Já. Næsta spurning úr mínu geggjaða skjali. Sko, ég er náttúrulega, þetta er svo mikið, sko, ég er að púla upp TikTok eitt hérna. Akkur, heitir ekki Alex Mullertmann? Jú. Akkur finn ég ekki? Ha, Óli. Ok, ég þurft að,
svona var það poppa ekki upp sko, þú ert náttúrulega 3 gesturinn og 3 TikTokarinn bara fyrir tilviljun sko og þú veist hvað ertu búin að vera lengi? Á TikTok? Já. Síðan var TikTok síðan 2019 eða eitthvað. Ég var aldrei á Musical.ly. Nei, ekki ég heldur. Það var ekki minn tepóli. Mér fannst það bara, skildi það ekki. Nei, ég byrjaði örugglega svona ágúst 2019 en ég byrjaði ekki að posta fyrir einhvern svona september 2020. Þú náttúrulega varst, hvað, þú veist, fyrstu svona viral vídeóin voru náttúrulega dance movie-in. Var það bara svona alveg fyrstu? Já. Það var, nei, alveg fyrstu voru eitthvað joke sem ég gerði með vinum minni, skilur. Ég man eftir það var einhver sem gerði þetta trend með mig. Besta move? Já. Og þetta var svo hræðileg move sem ég gerði. Já, meinar. En mér leið svo vel að sjá þetta, ég bara, Já. það er einhver svona fan. Einhver fan sem var, já, akkurat. Mér er alltaf gaman að gera þetta. Maður kannski gera bring it back. Ég segi bring it back. Já. Svona OG trends. Já, gera bara svona, do you remember this in quarantine? Okay. Heru, besta move! Ég segi að gera bara á morgun eða eitthvað sko. Já, ég til það, ég skal reyna að fara í það. Hoppa mér í djúpulaugina. Hoppa í djúpulaugina. Nei, þetta er ekki djúpulaugin. Þetta er meira bara svona gamla laugin. Ég var alltaf hana. Sækja bara aftur. Já. Contenti. Reposta. Þú vinnur ekki núna bara við að búa til TikToks. Þú ert hjá Swipe eða ekki? Content creator. Content creator, það er ekkert eðlilega hart nafn. Mér langar bara að fá bara svona nafnspjald. Ertu með nafnspjald? Nei, maður ekki að gera það. Nennar actually bara næst. Bara búið til nafnspjald. Alex Jónsson, content creator. At Swipe Media, eitthvað svona. Það mér langar í þannig. Það er með cool, sko. En, já, hvernig kom þetta fyrir þig? Ertu í skóla? Þú varst í kvikmyndaskólanum. Bara drop out. Drop out. Var það ekkert gaman, ekkert fyrir þig? Þetta er bara svolítið svona, ég dyrka skólan, þú veist. Allir sem voru í skólanum, ég dyrka og eiginlega mitt var bara svolítið svona skólakerfið og þetta er málega er, veist, þessi kennarar, þetta eru kvikmyndagerðar fólk, ekki kennarar. Þau eru hana til að kenna kvikmyndagerð en málega þau kunni ekki að kenna, skilur. Þannig að það var svo mikið bara, ef ég gerði einhverja mynd þá var hann mikið að segja frá sínu upplifinu og sínu skoðun á myndinni og það var rosa lítið bara svona, veist, það var ekki að gefa mér svona fókuspoint á eitthvað í myndinni eða stöðmyndinni. Það var fókusa mikið á svona hvað þeim fannst. Þú veist, eins og það var bara eitthvað svona sem ég gerði eitthvað gafamynd. Það var bara eitthvað, við fílum ekki gafamynd, við viljum frekar fá drama. Ég bara svona, ok, en það er ekki mín list, skilur. Þú veist, þetta er svona listrænt nám sem er svo erfitt að kenna. Þú veist, ég fjall kannski einhverjum áfanga út af kennarinn fannst það ekki nógu gott. Já. Þú veist, það er þessi partur af skólanum sem ég er svona, fuck það, skilur, svona, ég gat þetta ekki. Ég vildi freka að vera bara svona að læra listina, læra hvernig ég ætti að koma mér fram í listinni, hvernig ég ætti að gera listina, þú veist. Þú getur kent fólki hvernig að nota hendurnar að mála, en þú veit ekki að kenna fólkinu að mála ákveðin hlut. Þú veit bara að kenna fólkinu hvernig að beita bröðunum sínum. Það er það sem þau ger ekki. Þetta er mjög sterk orð. Sko, ég ætlaði í kvikmyndaskólan. Mér langaði að fara í kvikmyndaskólan, en þú færði ekki gráðundur í. Ekki í Íslandi, ekki ennþá. Þau eru að reyna að fá það í gegn. Það er svona ástæðan af hverju að stoppa mig og líka bara var þetta ekki mjög dýrt. Ja, þetta er dýrt sko. En náttúrulega, þú veist, ef þú hefur brennandi áhuga, þú veist, svona brennandi áhuga fyrir þessu, þá náttúrulega stoppar peningurinn þig ekki sko. Nei. Og mér fannst líka bara, þú veist, krakkanir hana, eða fólki sem var í skólanum og líka kennarinn, þeir eru æðislega skilur og mér fannst líka, þú veist, þetta er hérna í sömu götu. Já, bara neðar. Við erum ef þið viljið kíkja í heimsókn í kompuna mína þá erum við á Suðurlandsbraut. Nákvæmlega. Og já, skólinn er á Suðurlandsbraut og þetta er svolítið svona, þetta er gamall lögfræði skrifstofa á 3 hæðum, eða 4. Ég held að ég hef farið inn, nei, ég fór í gamla kvikmyndaskólan. Já, sem var hana bara rétt hjá hérna. Já. Já, það var alveg skóli sko. Já. En þetta er bara svolítið svona, þú veist, það er enga skólastofur einhvern veginn, þetta er bara svona gömul fundarherbyggi. Og, þú veist, persónulega fannst mér óþægilegt, þú veist, ég fann líka ekki ég fekk ekki fyrir peningi minn, skilur við. Ef maður horfir á þannig, en svo líka bara það, ég fann ekki þetta svona, þú veist, ég gerði myndina, fekk skoðun á hana og svo hvað svo, þú veist, ég var bara sama stað nema að núna var bara drullið myndina mína. Þú veist, ég fekk ekki, þú veist, ef þú myndir gera þetta, ekki kötta þarna, kötta frekar hérna megin, þú veist, farðu 880, lækkaðu hljóðið, þú veist, það er alveg punktan, þetta er meira bara svona, sagan er ekki flott, svona, ég er ekki á handritsbraut, ég er sem þetta framleiðslubraut og leikstjórn,
eða leikstjórn og framleiðslu og ég fekk alltaf svona góða punkta á það þannig veist, ég fekk alltaf bara svona punkta á eitthvað annað sem ég var eiginlega ekkert að sækast í sko. Svo heldur svona, en hvað fannst þér kvikmyndatökuna, hefði ég getið gert það betur sko, hefði þurft að fá einhvern annan í það hún var svona, já, og svo líka bara sagan og leikurinn, veist, ég bara svona, ok Ég er engin leikari nei, það er engin, veist, ég var að fá vini minna í þetta skilur, allir voru busy og eitthvað ég bara svona, veist, það vantaði smá svoleiðis og svo líka bara veist, það var mikið í skólanum sem var að gerast núna veist, það voru 40 krakkar útskjóðast 40 krakkar á þriðju önn 20 krakkar á annar önn við vorum á fyrstu og við vorum skilur 30 og eitthvað það var óslega mikið af fólki og það þarf að hólfa þetta fólk niður til að gera útskiptamyndina sína fyrir veist, bara kynningamyndir og svona dót og þetta fór bara svolítið mikið í skrambúl sko. Veist, og svo er svo kallað SAM veist, ég veit að krakkar sem hafa verið í kvikmyndaskólanum og svona veit hvað ég er að tala SAM er sem er basically svona samhjálp eða svona, ekki samhjálp heldur svona, veist, þú ert að samvinna basically og þá ertu fenginn í ákveðin verkefni og þú ert að klára 50 tíma en sumir voru bara kominir í skilur bara nokkra tíma og þeir voru kannski að hjálpa við 3 daga hérna og 3 daga hérna bara í nokkra röð þá var bara lengur komið með 50 tíma að mála bara það var svo ógeðslega mikið krökkum eða fólki sem var að gera myndinu sínar það þurfti allar að vinna skilur og þetta var svona þetta var ég stressaði fyrir næstunum það var ennþá stærra Hardworking skóli bara já, en meira bara svona þú veist hleypa alltaf miklu fólki inn skilur og þú veist það eru fullt af fólki sem þurfti kannski að vera með 2 öðrum að gera útskiptamyndir sína út af því að það var ekki til græjur basically, já ég held að þetta vætti bara að vera 10 max í hverjum þú veist, árið eða eitthvað það ætti að vera það bara fyrir fókusinn já, veist, það er náttúrulega það komast ekki fleiri en 10 held ég í hverja braut skilur og þá var það 40 þetta er 4 brautir en það er svolítið mikið skilur þá ertu komin alveg í 40 útskiptamyndir skilur og það er helvíti mikið og það er bara ein önn hvað með allir hinna 4 veist, eða 40 það er bara 120 manns eitthvað skilur nei, nú er það 160 nei, byrju, 4 sinni 4 nei, 40 sinni 40 160 4 sinni 40, já, þú veist ekki fyrsti nei, ég er þú veist ekki fyrsti til að segja starffræði sem þetta er doldið vel Andri var eitthvað sko 90% voru hér 15% þarna og 10% þarna ég eitthvað, já, ok math en nei, veist, ég bara svona svo fekk ég, þú veist, þetta þú veist, þau vildi fá mig inn svæp og svona og mér líður vel þar skilur var ekki bara gaman? Mjög sko og þú veist, ég fæ kynnast mjög ekki af fólki eins og þeir skilur og er að halda áfram að gera bara það sem ég gera og er að læra það skilur svo, veit ekki maður lærir náttúrulega miklu betur eins og bara í starfi finnst mér klálega eins og ég var að pæla fyrir í kvikmyndaskóla og svo byrjaði að vinna hjá bara myndbandsvinnslu fyrirtæki og mér líður eins og ég kunni ekki neitt þegar ég byrjaði hérna núna og með að við hvað ég kann núna fattur við klálega og ég held að ég myndi ekki læra þetta í skóla nei, og veist eins og nákvæmlega eins og þú veist Black Magic myndaðalar við vorum að fá þetta sem til að taka verkefnum okkar og veist þegar ég fekk þetta fyrst ég var bara svona ok, þetta er myndavel en svo þú veist það var ekki kent nei, það var ekki þannig sem kent það var bara kent svona veist ISO og okkur svona maður svona, ok en svo þegar maður fekk myndavel hendurinn og var bara eitthvað svona skoða sjálfur þá fekk maður svo mikið bara svona já, ok nú skil ég þetta miklu betur heldur en bara eitthvað að fá eitthvað bla bara eitthvað en þú ert í dökkur rúmi nota veist white balance í 6.000 eitthvað svona maður bara eitthvað svona ég kann ekkert á camera settings ég er bara búin að memorisa linsunar sem við eigum já. Og það er bara ég veit að hana ísjóð á að vera þetta hérna og þessar linsu á að vera þarna skil ég veist þess að ég bara lærið þetta bara með þú veist þegar ég var að taka myndir úti eða eitthvað þá var ég bara alltaf að fikta og var með skiluru skjáin alltaf og svo var ég alltaf með tengt HDMI bara svona lítinn þú veist svona sem er svona já en samt svona þú veist þá sérður svona aðeins betur þá var basically þú getur ráðið hvort það sé fókus hérna og hvort það sé þú veist þetta þetta er eitthvað dæmi já basically það var bara þannig lærði ég þetta skilur í staðið fyrir að með eitthvað blaði eitthvað svona ISO á að vera í white balance eitthvað svona var bara eitthvað miklu betra að fá bara hendun og bara eitthvað lærið það fyrst mér já ég samla back to sko uppáhaldssíðinu minni með top 100 questions to ask in a podcast klálega gott það ég spyr alla núna þessar spurningar ég þarf að finna einhverja nýjar og þetta er svo mikið svona job interview spurningar það er svona mikið eins og mér líður eins og við séum í einhverjum útvarpsþætti bara eitthvað eins og hérna ef þú mættir búa hvar sem er í heiminum hvar myndir þú búa en við ætlum að hafa plot twist þú mátt aldrei koma til Íslands aftur
Vá, þetta var rétt. Það myndi ekki bara segja þetta, veist, má ég vel Íslandi eða? Þú mátt alveg vel Íslandi. Má ég það ekki fara? Þú mátt ekki fara neitt. Það er sko... Ok. Ég veit það ekki. Örugglega bara Bandaríkin. Myndi ég segja. Myndur einhvern veginn að segja Danmörk? Nei. Nei, nákvæmlega. Ég bara, gamli grunnskólakennarinn minn, hann lét mig hata Danmörku, sko. Já. Veist, Danmörku er alveg geggjað, skilur við. Þú veist eins og ég þoli ekki dönsku. Já, eiginlega sama hérna, sko. Og það er bara svona, komið fordóma fyrir landinu einhvern veginn. Veist, ég hata ekkert, veist, ég hata ekki Danmörku svoleiðis, en það er bara svona... Alex hatar Danmörku. Við hafið það þar. Nei. Nei, þannig að það er eitthvað sem bara svona stoppar út að maður er alltaf með þetta svona PTSD, skilur við. En veist, eins og núna, ég er opinn fyrir að horfa til Danmörku, skilur við. Ég er eitthvað hræddur við það eða eitthvað. En ég veit ekki, ég bara, gamli grunnskólakennarinn minn lét mig hata Danmörku. En þá, ekki lengur í dag kannski. Hefurðu farið til Danmörkar? Nei. Er það eitthvað á planu? Bara ekkert stökkva til Köpen? Nei, svo sem ekki, sko. Ég kannski, veist, ef ég er á millilenda, veist, ef ég fært eitthvað skemmtilega land, þá fer ég til Danmörku fyrst og síðan. Það er náttúrulega ruglverð að ferðast. Bara, þú veist, ég var að skoða daginn. Ef þú ferð bara flýgur til Bretlands, finnur einhverja ferð kannski fyrir 8 áskall eða eitthvað. Þá getur bara flúið hvert sem er. Flóið. Íslenska. Við lærum ekki íslensku hér. Nei. Það eru bara alla ferðir bara á 5.000 skall. Minna. Já, mitt. Þetta er rosa galið, sko. Og það er líka bara, ég er að skoða, veist, mér langar ógeðslega mikið til Spánar, veist, Alicante eða eitthvað. Bara enda sumarsins. Halda lengi að smá sumari bara. Maður bara svona, what the hell, bara eitthvað, þú veist, það er bara 20 skall fyrir með tösku, bara eitthvað á millilandflug, bara þetta 10 skall fyrir að fara. Þetta er eiginlega bara 5 skall og þetta vart að fara, sko, með, þetta er 4 flug, basically. Þú veist, að fara til Danmarkar og síðan til Alicante til Danmarkar og tilbaka, skilur við. Ég sá eitthvað flug, sko, bara það var einhver áfangastæður, ég man ekki hver það var. Og þetta er, þú veist, þetta var eitthvað 6 tíma ferðalag á 80 skall miðinn á mann. Ein leið. Ég veit. En svo ef þú byrjar að skoða aðra velkosti sem tók kannski 12 tíma, þá var það 20 fram og tilbaka á mann. Ég veit. Þetta er svo galið eitthvað. Sjátt á síðuna skyscanner.com, mæli mjög mikið með henni. Það er geggjuð síða, ég er búinn að gleyma henni, maður er að checka henni. God damn, ég ætla bara booking eða eitthvað svona. Það er líka bara, eins og núna er ég með Skyscanner opið bara. Og og þú bara can't decide where, click here to search everywhere. Og það kemur bara ódýrasta efst. Damn. Segjum bara að við ætlum að fara á morgun að föstudaginn 20. og eitthvað mjög seint í apríl 29. sem er dagurinn í dag og dagurinn í dag er ok, það er enda veistu hvað, ég ætla að segja að við förum 27. mæ Mæ? Ég veit ekki hvað að ítta mæ allan á mæ, prófa það til 31. mæ ok, bara í nokkra dag já, og henni er bara London 15 skall nákvæmlega en þú veist, ég bjóstu þetta er miklu ódýrar en þú veist af hverju var það miklu ódýrar að seinast? Prófa að gera eitthvað sem er aðeins lengri fram í tíman Ok, ég ætla að gera hana í Prófa bara í júní eða eitthvað Ég ætla að gera í 3. október Ok til 17. október okay. 20 skall Heyri, ok Debunked Þið finnið þessa síðu einhvern mann og já, þetta er Sendu okkur hverju verið Já Skyscanner #Skyscanner Þetta sponsa Skyscanner Já, og þátturinn í dag er sponsaður af Nei Þátturinn í dag er sponsaður af Ég sagði það í byrjun, örugglega Já, þú sagði í byrjun Ég sá því í podcast daginn Já, hvað bóksi? Bíóblaður Bingo Sko, ég hef aldrei hort á þetta podcast áður Ekki Þú varst fyrsti þátturinn Búm En ég reyndar horfði á fyrstu 5 mínúturnar og því ég þurfti að fara og ég eiginlega gleymdi að horfa Ég þarf eiginlega að gera Það var svo gaman sko Að það Já, ég er svo mikill bíónörd sko en ég elska að tala um bíó sko Ég líka bara, ég svona skrólaði hratt yfir þetta Hann er mjög duglegur að gera þættir sér Bara á seinstu Já, hann er bara 2 þætti á viku eða eitthvað sko Ég er búinn að hlusta á alla þættina sko Að það? Já Ég hef náttúrulega bara veit ekkert um kvikmyndir Ok Og ég horfi mjög lítið á kvikmyndum Þannig að, þú veist, bara segð mér einhverja kvikmynd Þú ert að örugglega einhverja Marvel-myndir, eða ekki? Ég er ekki mikil Marvel Oh my god Ok Nei, sko, frændi minn dró mig á Endgame í bíó Helmynd Og ég var bara Það kom einhver gæi inn Allir bara eitthvað Wow Og ég var eitthvað
hver er þetta? Ég var þessi gæði, sko. Nei. En þú veist, Ég elska Marvel, sko. Sérstaklega glóðfylgjumindir, ég bara... Er eitthvað sem við fantasíuna? Harry Potter? Nei. Ok, takk. Þólaði ekki. Nei, ekki heldur. Star Wars? Elska það. Þólaði ekki. Gaur. Ertu með einhverja fleiri svona heima? Heima? Eða svona worlds, eitthvað, ég veit ekki. Þú veist... Bara- Já, heima, já. Bara svona fyrsta sem þetta er, Lord of the Rings Lord geta of the ekki. Rings, ég get það ekki, sko. Sko, einu Marvel myndinar eru Spider-Man myndinar. Ég er búinn að horfa á allar á Netflix. Já. Finnst það er góðar. Ég er ekki, Vá, maður, þú ert svona fyrsti gæðin sem ekki svona hitt bara, þú veist, á mínum aldri sem ég bara ekki séð svona mikið. sko, mér langaði að taka bara Marvel Marathon Já. á Disney Plus. Ég horfði á fyrstu Captain America myndina og er eitthvað, ég ætla að horfa á alla myndinar. Ég hef ekki horft á neina sín. Gauir, maður. Þú verður að taka þessar myndir. Þær eru, þú veist, það er kannski sumaraðum er ekkert sérstaklega góðar, en það er alltaf skemmtilegar. Þú veist, þú myndi ekkert leiðast ára á þær. En svo er þessar sumaraðum myndir eins og ég fíla, ég skal bara, út af því þú sást ekki þáttinn. Jú, það var listinn, sko. Já, ég veit það. Ertu með listan eða? Ég með hana Ég núna. er líka með bara hérna, sko. James Bond, ég hef hort á... Ég er ekki með James Bond á listanum. Við bara vorum að tala um James Bond, þú veist, bara... ok. Ég skal, sko, hefur þessi Dark Knight? Nei. En þú veist, ég veit hvernig lítur út. Ég veit alveg að þetta er Batman og eitthvað. En þú veist, ég hef bara aldrei Ok. gert mér tíma að horfa á myndina. Prisoners? Die Hard? Ok, sko, nú ertu að fara að hata mig. Ég hef alveg séð hana svona í sjónvarpinu og eitthvað. En ég hef aldrei svona hort á hann. Ég veit alveg söguþráðinu og eitthvað þannig. Þetta er jólamynd, þú veist, Ég myndi segja Þetta er jólamyndir, já. Já, og þú veist, ég hef ekki hort á hana. Ok. Indiana Jones? Nei, Gaur, oh my god. Þú eru ekki sem mín uppáhalds. nei, hvað er hún? Ocean's 11. Úf, ég kannast við þetta, sko. Þetta er geggjumynd, þetta er svona, þetta er hæstmynd. Hún er geggjuð, sko. Ég elska hana. Ég er að googla hana núna með George Clooney. Ég er ekki búinn að horfa á hana. Ok. Ég er náttúrulega engin bíómyndakall. En talað um bíómyndir, segjum að þú væri bara einhver rosaleg stjarna í framtíðinni og það er ekki bíómynd um þig og mætti velja hvert sem er til að leika þig. Svona sem myndi passa í hlutverki. Þú ert náttúrulega bíómyndakall, þannig ég býst við einhverju, já, þessi hérna er rosalega líku mér, þannig að hann væri, og ég væri bara, hver er það? Sko, það eru nokkri sem komið til greina, sko, sem eru yngri en ég. Hefurðu pælt í þessar spurningu? Já, ég pælti í þessu, sko. Sem eru yngri en ég. Það var eitthvað svona, Jacob Tremblay heitir hann. Þú veist, hann er svona 05 módel eða eitthvað. Veistu hvað það er? Jacob Tremblay. Hann er mjög ungur, sko, hann er frábær leikari. Hann kannski, hann er yngri en ég. Aldrei séð hann gæja. Ok. En svo líka Jake Gyllenhaal. Mér finnst hann svona, Dylan og Brian, ég fengi þá tvo, ég sé líka þeim. Ok, ég veit hver Jake Gyllenhaal er. Hann er enda, sko, í pæli í því. Þið gæti verið bara feðgar, sko. Við? Já. Já, veist, það er alveg margir sem var sagt því ég sé líka honum, eða Dylan og Brian. Já, meira Dylan og Brian. Ég veit hver það er. Já. Ég hef hitt hann að því svona. Bara annarkur teenage girl sem er elskan, sko. Já, það er örugglega ástæðan af hverju ég er búinn að heyra um hann. Ef hann væri ekki einhver teenage girl lover þá vissi örugglega enginn hver hann væri. Ég náttúrulega hef ekki hort á neina kvikmyndir, þannig að ég ætla ekki að segja meir um þetta. Ef ekki að fara í bara eitthvað allt annað lið. Hvað með það? Ég er ekki með neitt meira liðum, sko. Já, hérna eru flotta spurningar. Ég elskar hvað stendur Andri Björns efst í skjál. Þetta er bara sama skjál með sömu spurningum. Ég ætla að vera sko ógeðslega skipilagur. Búinn að gera með research og eitthvað þannig. En svo bara svona, ef þú mynd svona bara stendur allt ógeðslega vitlaust. Já. En eins og hana, bara fyrsta spurningi spurði hana seinast daginn, þú veist. Er eitthvað fólk sem, þú veist, eins og sumir eru bara svona karakter á TikTok. Og þú sagðist ekki vera vandræðanlegur, þannig að þessu spurning áeiginlega ekkert mikið þig, en þú veist, hvað misskilur svona fólk mest Alex Murlman? Sko, veist, það er alveg þannig að ég, veist, Alex Jónsson, veist, ég og Alex Murlman er alveg completely different karakter, sko. Sko, en ég er einhvern veginn búinn að samþykja þeir eru bara ekkert sami karakterinn. Já. Og ég er búinn að blanda þeim svona saman, basically. Það er svona, allt þetta dót sem ég gerði áður fyrr er komið núna svona öðruvísi dæmi, skilur og skora For You Pets núna, eða ekki For You Pets, heldur bara, veist, accounti minn, það var þetta rosa bara svona, veist, þetta er svona blend dæmi, skilur,
ég er ekkert að veiða eitthvað dæmi skilur. Það kannski út að karakterinu gerði það alltaf. En nú erum við búin að basically blanda svolítið saman, finna bara besta both world skilur. En ég veit ekki, margir inn á TikTok náttúrulega eru með sinn karakter náttúrulega, þú veist, þeir eru náttúrulega bara gett karakter sem leika skilur. Og ég finnst það bara geggja skilur, þú getur kúplað út verð þú og síðan verður þinn bara karakter skilur, þú veist, það er bara eðlilegt skilur. En eins og fyrir mig, ég myndi freka vilja vera bara ég á TikTok. Heldur náttúrulega að ég byggði alltaf þessa persónu, þú veist, á einhvern öðrum. Þú veist, ég byggði Alex Möllermann á bara einhverjum, þú veist, það er alls ekki ég skilur. Þú veist, ég er þessi gæði sem, þú veist, blóter öðru hverju horfið skilur. Já, ég tengi. Já, þú veist, ég er svona, þú veist, ég er allt, þetta eru tveir mismunandi gæjar skilur. En ég er búinn að læra bara að blanda þeim saman og lifa þannig og bara, þú veist, kannski var maður betri fyrir það eða ekki skilur, ég veit það ekki. En ég er bara ákveða bara að ég er ekki tveir karakter lengur. Þess vegna er ég svona lítið vandrarlegur í dag. Og það ef ég hitt eitthvað, ég þarf þá að byggja inn, veist, ná í karakterinn, það bara virkar ekki. Frekar er ég bara, veist, Alex Möllermann Jónsson eða hvað hann. Veist, þá er ég bara með ég, basically. Þetta er svo góð lýsing, ég hefði ekki geta lýst þessu betur, sko. En þú veist líka bara svo það, þú veist, með TikTok í dag, maður það líka bara læra að, þú veist, hvað maður postar og hvað maður má posta og allt svona, veist, ef ég hefði verið bara Alex Jónsson og fara að posta minn eigin contenti, veist, kannski væri ég ekkert inn í dag, væri ég ekkert í dag, veist, já, jú, segjum það, veist, ég er að vinna við þetta, veist, það er bara karakterin sem ég byggði upp, það er eiginlega bara mentorum minn, skilur við, veist, sá karakter er búinn að hjálpa mér að læra að, veist, Alex Jónsson er búinn að læra að verða Alex Möllermann og öðruvísi, skilur við, veist, þessi karakter er búinn að blanda saman og er bara orðin ég í dag, þannig að ef ég hefði tekið allt annað ráð, bara ekki búið til neitt karakter, gert bara eitthvað flip, eitthvað svona, dót, það hefði kannski ekki verið bara sama, kannski hefði verið í kvikmyndaskólanum, kannski hefði verið þá í framhaldsskóla, ég veit ekki, en veist, þetta er bara svona, það er málið, þetta er svona blandaðist bara perfectly saman og halló, skilur við? Já, mér finnst það mjög bara flott logout. Já. Bara takk fyrir að koma. Já. Fannst þetta ekki bara gaman? Jú, geggjað. Bara létt og kósí. Já. Það er bara málið. Ég set náttúrulega social, segja hvað þessi þáttur náttúrulega í mynd líka. Já. Fyrir þá sem fatt ekki. Geggjað. En takk fyrir í dag. Sjáumst í næsta þætti. Yes sir.